Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world. Já, ég fædd í þessu húsi hérna á Lómatjörn í Grýtubakkahreppi og árið 1950 og við systur erum allar fæddar hér. Ég var eldri systur sem heitir Sigríður og yngri systur sem heitir Guðný og nú við ólumst upp hér og hérna svona eins og var í þá daga. Það var náttúrulega ekki komið rafmagn þegar mann fyrst eftir sér og ég man mjög vel eftir því þegar var lagt rafmagn í húsið. Það voru Steini og Bjarki sem lögðu rafmagn í húsið og okkur þótti voða vænt þessa menn og við vorum skemmtilegir og við skýrðum dúkkurnar okkar í höfuð á þeim til dæmis. Annars átti maður kannski ekki svo marga dúkkur en samt, við áttum þó nokkuð að dóti. Við höfðum sérstaklega kompu hérna uppi á lofti þar sem við geymdum dótið okkar og röðum því upp og svo var náttúrulega leikið sér í þessum venjulegu leikjum. Og það voru börn hérna á bæjunum í kring á svipuðum aldri þannig að það var oft komið saman og leikið sér að dúkkum þó aðalega. Það voru aðalega stelpur, það var einn strákur sem þurfti nú að láta sig hafa það held ég að fara svolítið í dúkkuleik líka með okkur, Siggi. En hérna sko svo náttúrulega vorum við í þessum leikjum úti, ekki síst á haustin að það var sem sagt leikið sér með horn og leggi og maður var með bú. Útbjó út í hús með því að fengum einhverjar spýtur kannski og svo var rist torf og sett torf á þakið og svo var farið inn með féð og svo var það sett út og þetta var alveg hérna eins og bara gerðist í búskapnum. Þetta var náttúrulega svona smærri mynd af því öllu saman og þegar maður horfir tilbaka þá var þetta yfirleitt allt saman ósköp skemmtilegt og yndislegt og amma og nafna mín Valgerður, hún var hérna á heimilinu, hún dó því á 15 ára og hún var reynda blind síðustu árin en hún var ósköp hlý og góð og náttúrulega sérstaklega góð við mig af því ég var skýrð í höfuð á henni og ég átti svona margar stundir með henni og gaman að hlusta á hana að segja frá því hún var utan úr Fjörðum. Fæddist á Þönglabakka því afinn var prestur á Þönglabakka, Jón Reykjalín og það var nokkuð stór barnahópur og þetta náttúrulega ákaflega afskekkt og maður sko þó ef maður talar að hafi verið í gamla daga þegar ég var lítil sko þá veit ég ekki hvað að kalla það þegar hún var lítil. Það sem sagt í lok 19. aldarinnar sem hún var að segja manni frá og hún sagði til dæmis það að afinnar, presturinn, hann eiginlega skildaði, hann vildi að barnabörnin, að þau byrja að syngja í kirkjunni þegar að þau voru læs. Og hún kunni bókstaflega alla sálma, fannst mér. Og hún sat hérna við útvarpið niðri í stofunni, suðurstofunni, alltaf á sunnudagsmorgnum og söng, hlusta á messuna og söng með og svona réri. Kunni þetta allt saman. Það var þannig með ömmu að hún átti þessa klukku og hún bar hana á bakinu neðan frá Kljáströnd sem var nú svona samgöngustaðurinn við Akureyri. Hún keypti hana þar örugglega og það mátti nú enginn vera að snerta hana nema hún sá algjörlega klukkuna og á sunnudagsmorgnum þegar hún var búin að hlýða á messuna þá fór hún upp á loft í herbergið sitt og náði þar í skammel sem hún átti og
tekur það með sér niður og gengur hér að klukkunni. Hún var nú lágvexti blessunin og farin eitthvað að ganga saman, setur skammilið hérna, fer upp á skammilið, svo opnar hún klukkuna, tekur lykil og trekkir báðu megin og svo þessu lokið. Þetta fannst okkur systrunum vera svona hálfgerð athöfn þegar amma kom og trekkti upp klukkuna. Já, þetta nú gamli sveita síminn eins og var á öllum bæjum í gamla daga. Og hringingin í Lómatjörn var stutt löng. Og svo tók maður upp. Og svo var líka hægt að hlusta á aðra þegar voru að tala saman. Og þá bara tók maður voðalega varlega upp og reyndi svo að halda hérna fyrir svona og hlustaði á það sem var að gerast á hinum bæjunum. Og það var þannig með ömmu mína blessað sem var orðin blind þarna síðustu árin. Og hún sat alltaf hér í stól. Og svo hérna náði hún hérna í þetta. Og svo þótti henni nú gott að gaman að hlusta og réri hérna. Og svo hitt hún að það fannst dálítið mikið, hún gat alltaf hitt aftur þegar hún var búin. Og ég held að fólki hérna á bæjunum hafi nú vitað það, hún var að hlusta en vildi nú ekkert vera að gera athugasemdir við það, hún var blind og þetta var dægrastytting fyrir hana. En svo var það nú þannig að afina var orðin gamall og hætti að þjóna þarna sem prestur og þá þurftu þau að flytja yfir í Kussunstaði í Hvalvatnsfirði. Þönglabakkir í Þorgilsfirði, þetta hérna í landsendanum, það sem er engin byggð lengur. Og það fannst henni ekki gaman og hún var sorgmætt yfir því að þurfa að flytja yfir í Kussunstaði því þar hafði ekki verið búið í ár og bærinn var lekur og þetta var óhrjálegt. Og hún sagði að þau hefðu grátið þegar þau ráku kindurnar yfir hálsinn. En hérna, já, þetta var nú amma blessunin og hérna, hún var yndisleg. Og nú svo var nú þannig að hér hérna svona því ég er í þessu húsi þá kemur alltaf upp í hugan jólin. Því jólin voru ógulega skemmtileg og mamma vildi gera þetta alltaf mikið úr jólunum. Þannig hún undirbjó mikið að hafa nóg að borða og gott að borða og það var skreytt og það var saumað á okkur. Við vorum systurnar 3 yfirleitt alltaf í eins kjólum og það var ekki bara saumað á okkur fyrir jólin, það var líka saumað á okkur á vorin, svona sumarkjólar. Og það var kona á Grenivík sem hét Þóra sem að saumaði, var svona saumakonan okkar og hún ýmist var hér tíma og saumaði á syngervélina hennar mömmu eða þá að hún saumaði út frá og þá fór mamma með okkur á jeppanum til þess að máta og svona. Mér minnist að þessar ferðir til Grenivíkur til þess að máta kjóla og reyndar þá hérna þessi syngervél, hún er nú ennþá til og sennilega getur hún gengið. Ég menn það var ekki hægt að bakka á henni, eins og hægt að gera á vélum í dag. En ég saumaði mikið á þessa vél og ég held hún sé bara í lagi bústalega. Bara þræða hana og vita hvort það ekki hægt að láta hana ganga. Það er falleg þessi vél. En kjólarnir, það svona var ákveðin þáttur í líf okkar. Og mamma, hún sem sagt var með bílpróf og það var nú ekkit algengt með konur á þessum tíma. Hún ákvað það að taka bílpróf og það skipti náttúrulega miklu máli. Hún vildi helst keyra svona 40 km hraða. Henni fannst það mjög hæfilegur hraði. Þá hefði hún algjörlega vald á öllum aðstæðum og það er nú svona frekar lítill hraði þegar maður hugsa það í dag. En eitthvað var maður nú að reyna að hjálpa til svona, annars voru nú vinnumenn hérna og var þýskur vinnumaður sem hét Jens og hann var í nokkur ár
og það var svona til þess að það var ekkit svo mikið álag á okkur sko þegar vorum mjög litlar að hjálpa við bústörfin en hann var eiginlega vildi bara sinna kúnum hann hálfgerða skömm á kindum þannig að hann gaf ekki fénu heldur hugsaði fjósið og pabbi hann fór mikið með okkur með sér í fjárhúsin og það var eitt sem hann gerði, sem skipti okkur nú miklu máli, að hann kenndi okkur málfræði í fjárhúsun. Því það var yfirleitt gefið sko svona 2 gjafir, það var fyrst gefið í garðana og við gátum nú borið heyið fram. Svo var svolítið hvíldarstund áður við gáum aftur og þá settumst við bara í heyið og hann fór að kenna okkur málfræði. Og ég held að þá er því ég segi okkur, það er náttúrulega að tala um okkur systur og ég held að þetta skipti aldrei miklu máli upp á það að maður svona fekk snemma ágætis tilfinningu fyrir málinu, íslenskunni og hann lagði nú áherslu á það. En svo náttúrulega var gaman að taka þátt í sauðburði og það var nú í þá daga, það var nú ekki svo sem nákvæmt bókhald svona eins og í dag í sambandi við féð að allt eru að skrá og númera. Það var nú bara nóg að marka og svo var þetta rekið á fjall og svo vona maður bara myndi skila sér á haustin og það var nú kannski ekki svo nákvæmlega að vita hvaða lömb voru undan hvaða kind. En það var náttúrulega gaman að fara það sem að snýra að fjárbúskapnum að það voru til dæmis rúningstúrar sem voru farnir út á Flateyjardalsheiði. Því á þeim tíma þá ráku bændur héðan úr Höfðahverfi fé á Flateyjardalsheiði og það var ekki þannig að það væri rúið á veturna eins og gert í dag með klippum, sérstökum rafmagnsklippum, heldur var nú klippt upp á gamla mátann með fjárklippum. Og þá þurfti að klippa, að rýja á ákveðnum tíma ársins þegar að ullin var orðin laus frá og þetta var í júlí því mér finnst það að sé svona 10. júlí sem að farið var þessa rúningstúra út á Flateyjardalsheiði og það þóttu mikla svaðilfarir. Þetta var náttúrulega farið á jeppunum og vegurinn ekki góður og svo var rekið inn í heiðarhúsum og rúið og síðan fénu sleppt á eftir og keyrt heim með ullina. En auðvitað náðist aldrei allt fé en eitthvað svona meiri hlutan held ég. Þetta voru skemmtilega ferðir og óskaplega mikið svirði fyrir okkur krakkana hérna á bæjunum að fá að fara og það var svona spurning hvað við ættum að vera gömul þegar við færum fyrsta túrin sko. Þetta þótti nú ekki vera neitt fyrir smá krakka. En ég man það líka að það var nú svo eitthvað vorðin og staupa sig kallarnir svona þegar mesta álagi var búið og það átti svona að fara að leggja í hann heim. Það var nú ekkert verið að velta því fyrir sér það. Kannski keyra nú eftir. en þetta var mjög skemmtilegt og svona, já, þetta var svona túra sem að man mjög vel eftir þegar maður fekk og líka þetta þegar maður fekk að fara í fyrsta skipti í rúningstúr, það þótti nú ekki lítið sviðið. Já, móðir mín, hún hét Jórlaug Guðrún Guðnadóttir og hún var úr Reykjavík. Hún tengist þessari sveit þannig að hún átti vinkonu sem hét Kristín, hún var læknisfrú á Grenivík og hún kom svona á sumrin til að heimsækja hana. Mamma var með verslun í Reykjavík á Laugavegi 1 með vinkonu sínum 2. Þær áttu þarna vefnaðvöruverslun sem hét Gimli og ansi fín verslun og svo gerist það nú í einhverju ferðinni hérna norður að hún hittir bóndan á Lómatjörn, Sverri Guðmundsson, sem var náttúrulega komin yfir 30 og hún líka, þau eru svona 35 ára aldurinn og það bara kviknar þarna ást
og þau ákveða að taka saman, gifta sig og mamma selur sinn hlut í versluninni af því þær höfðu samið það vinkonurnar að ef einhver er að hætta að vinna í búðinni að þá yrði hún bara að selja þessi hlut og mamma gerir það og ákveður að flytja norður í land og gerast bóndakona í sveit þar sem ekki einu sinni rafmagn en þeim þótti þetta nú dálítið djart, vinkonum hennar veit ég fyrir sunnan, en hún tók þessa ákvörðun. Og hún ætlaði greinilega að standa sig vel sem bóndakona í sveit því að við eigum ennþá svona lítil hefti handskrifuð þar sem hún hefur verið að skrifa niður uppskriftir. Grænmetissúpa, kartöflubuff, karamellubúðingur úr broddi, fiskdeig, búðing og soðnar bollur, sýnist mér, fiskbúðingur, lifrarbollur, fiskisúpa með grænmeti og hefur örugglega notað það mikið miðað við það að bókin er svolítið þvæld. Þannig hún ætlaði að standa sig vel sem bóndakona í sveit og gerði það. Og hún reyndi að byrja á að panta sér falleg húsgögn frá Danmörku sem að voru svo flutninga norður og við systur erum svo með þessi húsgögn í dag, við erum ekki með þau hérna í þessu gamla húsi en hér voru þau og það var nú eitthvað tekið eftir því hérna í sveitinni þegar þetta kom nú allt saman norður. En sem sagt þau bjuggu hérna á Lómatjörn með ömmu Valgerði og hún var nú talin stjórnsöm og einhverjir voru svartsýnir á að þetta geti nú gengið en þetta gekk nú allt saman bara býsna vel það ég best veit en því miður að þá varð mamma veik þegar að ég var bara 7 ára veiktist og ég man það eins og það gerst í gær þegar hún fann ber í brjóstinu. Við vorum þá allar systurnar uppi á Kvisti, þar sem við nú fæddar, þar sem hjónaherbyggi var. Og við vorum að fara til Reykjavíkur daginn eftir til þess að hitta pappa því hann var í mjaðmaaðgerð á Landspítalann. Hann var með brjóskæðingu. Og þá stendur hún við spegilinn og segir það er eitthvað hérna sem er ekki í lagi. Og það var ekkert annað en það að þegar hún kemur suður þá fer hún bara beint undir læknishendur og var veik þarna, má segja, og bara inn og út af sjúkrahúsi í 3 ár og svo dó hún 1960 þegar ég var 10 ára. En þessi stofa sem við erum í hérna, sem við köllum Jórlaugarstofu, að hún var nú byggð sérstaklega fyrir hana því hana langaði svo til þess að eiga fallega stofu undir fínu húsgögn. En það var ekki lokið við stofuna sko, og þannig að það var í raun húskveðja hérna. Já, ég get ekki alveg tala um þetta. Pabbi náttúrulega nær sér ekkert almennilega og við erum hérna með danska vinnumenn og alls konar vinnumenn og alls konar ráðskonur en hvað segir hann ekki svona. Þannig að þetta var náttúrulega rosalega mikið vinna á okkur sko. Já, og svo náttúrulega eftir að mamma dó og hérna, þá breyttist nú margt og það bæði náttúrulega voru ráðskonur svona annars dagið og vinnumenn en ekki alltaf og það reyndi mjög mikið á okkur, systurnar, að bæði hvað var það inni störf og úti störf. Og við vorum mjög ungar farnar að vinna hér á vélum og pabbi hann treysti okkur eiginlega bara í hvað sem var, það var þannig. Og það var nú náttúrulega mjög mikið til þess að móta okkur, það var sko það var ekki til neitt. Ég geti þetta ekki, það var bara ekki til í okkar orðaforða. Maður þurfti bara að fara í verkin sko. Og hérna Sigga sem er elst, hún náttúrulega reyndi nú allra mest á hana, hún var líka mjög sterk byggð og sterk og ég var svona, þótti nú sleppa dálítið mikið betur þannig, ég var mikið höfð á traktorunum og hafði ágætis lag á því, en satt að segja þá var þetta ansi mikil vinna og oft mér nú hugsað til þess hvort að maður hafi haft gott af þessu eða ekki og ég held að maður hafi haft ansi gott að
að þurfa bara að standa sig og eins það að vera treyst fyrir sko öllum, þannig treyst í að geta allt nánast að það hefur mótað mann mjög mikið. Já, pabbi hann fæddur hérna líka á Lómatjörn. Afi og amma koma árið 1903 í Lómatjörn frá Grenivík og bjuggu hér allan sem búskap og pabbi líka. Og hann var nú oddviti hér í yfir 20 ár. Þannig að hann hafði mjög mikið það að segja að hér var byggt upp frystihús og hann var í stjórn og formaður stjórnar Gjögurs nánast bara til dauðadags og sem útgerðarfyrirtækið okkar og hafði mjög mikinn áhuga á útgerð og fiskveiðum og mér fannst oft að hann hefði kannski meiri áhuga á fiskveiðum og útgerð heldur en búskap þó hann væri hér bóndi og átti kannski ekki annar kosta völ, ég veit það ekki, en áhugi hans á útgerð var mjög mikill og það líka í hans tíð sem að almennileg höfn byggð fyrst á Grenivík og fram að höfninni byggð og frystihúsið, að þá fóru menn á Grenivík á vertíð, mikið til Grindavíkur. En síðan kemur frystihús og þá fara meira að segja konurnar að fá vinnu utan heimilis, þannig að það breytti mjög miklu. Þetta frystihús nú rekið í dag, þetta í dag og það Gjögur sem rekur það. Það þannig að ég unglingur, táningur, þegar að Bítlarnir koma fram og hrífst náttúrulega af þeim eins og nánast allir unglingar gerðu, bústalega allan heim. Þannig að það hafði náttúrulega sterk áhrif á mann að upplifa þá tónlist og maður náttúrulega átti ekki mikið kannski sem að var svona tengt Bítlunum en ég man eftir að það var gítar svona gullutaður í grófri keðju með mynd af öllum Bítlunum framan á. Þetta átti ég og þetta áttu vinkonur mínar og ég man að við skreyttum okkur með þessu einhvern tíma, við vorum að fara á ball í Vaglaskó. Ég man mjög vel eftir þegar ég heyrði fyrst lagið Hey Jude og þá var ég nefnilega í London og það var fyrsta utanlandsferð mín bara í lífinu. Þá var ég á leið til Þýskalands þar sem ég ætlaði að vera í ár og var þarna með móðursystur minni, hún var að flytja mig út, fylgja mér og við komum við í London og þá ég bara stödd út á götu og þá heyri ég þetta lag og það er bara alveg ógleymanlegt. Það svona, þegar maður aðdáandi á annað borð þá tekur maður það alla leið. En svo var það náttúrulega íslensku Bítlarnir sem voru og eru hljómar. Þeir voru frábærir að mínu mati og þetta á þeim árum þegar ég í Kvennaskólanum í Reykjavík og við vinkonurnar, við vorum hljóma aðdáendur og áttum sérstakar bækur, svona stílabækur A4 sem að við límdum inn alla myndir sem við gátum orð okkur út af þeim og eitthvað meira svona eiginhandar áritanir og allt mögulegt sem við gátum eignast og jafnvel myndir af, ég man það Óli Rúnar átti bróður, Óla bróður og þá var hann orðinn voðalega merkilegur og hákoninn í bókin okkar og fengum í mynd af honum í einhverju ljósmyndastofu upp á Laugavegi. En þannig þetta var sko alvöru. En þessi bók, hún núna ég ætla ekki Rocksafnið í Keflavík og ég afhenti Rúnari hana við sérstaka athöfn, þar sem að ég taldi rétt að hún bara væri geymd þar. Nú svo var ég nú bara nýlega á tónleikum, hljómatónleikum, því það víst 50 ár síðan að þeir byrjuðu að spila saman. Og það var gaman og ég þekkti öll lögin nema 2. Og ég á líka satt að segja pínlítið vídeóupptökubrot þar sem ég að syngja fyrsta kossinn með Rúnari. Það gerist í Keflavík. Einhvern tímann vorum stödd þar þingflokkur Framsóknar og hann kom að skemmti og þá bara sungum við þetta saman. Fyrsta kossinn, ég kyssti á anga þennan koss minn, muna daga langa. Síðan ég
Láttu mig að hafa léttiðum Samt að var eins og fyrir sér Að fyrsta kossin man ég alltaf stund Að fyrsta kossin man ég alltaf stund Þannig að þá náttúrulega fékk ég mikið út úr því, sko. There are places I remember all my life Though some have changed, some forever, not for better Some have gone and some remain All these places have their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living Þennan skáp útbjó ég í fyrra, þá voru 100 ár frá fæðingu pabba og hér nú ýmsir munir sem að fylgdu honum og eins og sjá má á þeim að þá var nú ekki mikill lúxus í kringum hann, blessaðan. Hann var nú nægjusamur og til dæmis að þá fór hann aldrei til augnlæknis, heldur bara gleymdu einhverju gleraugum hérna og þá bara notaði hann þau og sagði þau eru svo ágætt, ég sé svo ljómandi vel með þeim. Nú þarna eru skyrtunappar og þarna er reyndar vindlakassi sem var fyrsta, ekki afmælis heldur jólagjöfin frá mömmu til hans. Og þetta er náttúrulega dálítið fallegur kassi, útskorinn og hérna er SG 24.12.46. En svo var nú annað sem var dálítið skemmtilegt með hann var alltaf að læra tungumál. Hann langaði svo mikið til þess að geta talað útlensku. Og eins og sést nú á þessu hérna, þá er þetta nú dálítið notuð bók. Og hann lærði nú enskuna þannig að hann tók bara eina blaðsíðu. Og hérna sjáum við til dæmis að hann er búinn að krossa og svo er að skrifa strik og það er sennilega mínus því þá hefur hann ekki munað þau orð. Og hann var kominn dálítið langt aftur hérna í þessu. Já, hérna er hann kominn eitthvað í vaffið. En svona lærði hann nú tungumál blessaður. Og svo þegar kom útlendingar þá var hann að spreyta sig á þessu. Og svo var hann líka að læra þýsku. En ég held að það hafi verið minna því að það er ekki eins mikið búið að fletta þessari bók. Og svo er hann þarna með dagbækur því hann var formaður Kaldbaks og hann var formaður Gráfuru og náttúrulega Gjögurs og hann er þarna með einhverjar minnisbækur þaðan. Og svo var hann mikill magnamaður, Magni Grenivík og spilaði fótbolta sem ungur maður.